Hvatningaverðlaun Menntaráðs Reykjanesbæjar voru afhent miðvikudaginn 4. júní. 12 tilnefningar bárust til Menntaráðs, var að ræða 7 verkefni frá grunnskólum í Reykjanesbæ og 5 frá leikskólum. 2 verkefni fengu sérstaka viðurkenningu. Það voru nýsköpun og tæknimennt við Háaleitiskóla og félagsfærni sem hittir í mark við Heiðaskóla. Hvatningaverðlaun Menntaráðs Reykjanesbæjar fóru svo til Stapaskóla að þessu sinni. Það var verkefnið Heillaspor, verkefnið til að efla vellíðan og tilfinningarlegt öryggi í skólastarfi sem hlaut verðlaun ráðsins að þessu sinni. Stapaskóli hefur síðustu 2 skólaár unnið markvisst að innleiðingu verkefnisins með það að leiðarljósi að styrkja félagslega og tilfinningarlega velferð nemenda. Segðu mér frá þessu verkefni sem að þið voru að fá verðlaunin fyrir. Við höfum verið með Heillasporverkefni okkar núna í 1,5 ár. Þetta skólaár hefur innleiðingartími verið að sækja námskeið og fræðslu ásamt því að miðla til starfsmanna. Heillasporverkefni gengur út frá því að efla tilfinningarlegt öryggi, bæði starfsfólks og nemenda í því að auka bara velíðan í skólastarfi. Við erum að læra meira taugafræðilegar orsakir hegðunar, hvað liggur á baki og hvað getum við gert í rauninni til þess að auka velíðan barnanna í skólanum þannig að þeim gangi sem best. Og hvernig hafið þið verið að vinna þetta? Við höfum verið í samstarfi við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og vorum pilotskóli upphaflega. Við erum að sækja námskeið í gegnum þau og ásamt öðrum skólum á landinu sem að innleiða þetta verkefni. Og við höfum innleiðingarteymið sótt námskeið bæði frá erlendum aðilum og svo íslenskum og svo að vinna með nemenda og starfsmannahópin. Og hvernig hefur gengið? Það hefur gengið vel, ekkert alltaf eins og við viljum, en það tekur tíma að innleiða. Það tekur 3 til 5 ár að festa í sessi í menningu skólans, ákveðna nálgun í skólastarfi og við erum bara búið með 1,5 ár, þannig að þetta tekur tíma, en þetta alltaf skref í áttina. Þannig að það svona smá innspýtning fyrir ykkur að fá þessa viðurkenningu hérna fyrir verkefnið? Já, vissulega. Það ótrúleg vinna sem felst í því að innleiða einhvers konar aðferðir í skólastarfi og það allir að leggja sitt af mörkum, hvort sem það innleiðingarteymið eða starfsfólk skólans. Það verið að sækja námskeið, það að kynna sér, það að lesa sér til og það ótrúlega gaman og gott að fá að heyra það sem við erum að meta það sem við erum að gera og það sem við erum að velja í rauninni inn í skólastarfi með í rauninni veljaðan barna að leiðarljósi. Á undan dagskránni undirrituðu skólastjórnendur í Reykjanesbæ samninga vegna styrkúthlutunar úr nýsköpunar- og þróunarsjóði Menntasviðs fyrir næsta skólaár.
Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.